Ert þú komin í hálfleik á vinnumarkaði? Þegar við erum komin í hálfleik á vinnumarkaði, sem oft í kringum 50, mikilvægt að taka stöðuna á lífeyrismálunum svo að þín sýn á lífið eftir vinnu getur orðið að veruleika. Til að byrja með gott að velta því fyrir sér hvenær þig langar að hætta að vinna. Viltu mögulega vinna eins lengi og heilsan gefur til eða hefur áhuga á að hætta aðeins fyrr? Það mikilvægt að skoða muninn á því sem áætlað í lífeyri. Því ef þú byrjar fyrr, þá lækkar mánaðarleg greiðsla. Aftur á móti, ef þú byrjar seinna, þá hækkar hún. Viltu hætta alveg að vinna eða mögulega taka hálfan lífeyrir og minnka við þig? Það eru margir möguleika þegar kemur að töku lífeyris. Þú gæti minnka við þig vinnu og byrja að taka hálfan lífeyrir eða einfaldlega byrja að taka út séreignarsparnaði og fresta töku ævilangs. Ert þú og maki þinn með samsvarandi áætlanir? Hjón eða sambýlisfólk hafa ekki alltaf sömu væntingar hvernig þau vilja undirbúa sig. Það mikilvægt að ræða þetta saman og skoða hvernig við viljum hafa lífið eftir vinnu. Gæti til dæmis skipting réttinda hentað ykkur? Ef það mikill munur á lífeyrisréttindum þíns og maka þíns, þá gæti það verið góður kostur. Þú getur skipt réttindum aftur í tímann en einnig inn í framtíðina. En hvað með húsnæðið? Það getur kostað meira að reka stóra eign eða kannski komið tíma á viðhald. Ef þú ert á leigumarkaði, gæti verið sniðugt að skoða alla þá hagstæðu kosti sem bjóðast 60+. Hvernig skuldastaðan og geti haft áhrif á hana? Ef þú verður með afborganir lána þegar þú ert farin að taka lífeyri, þá gæti það haft verulega áhrif á ráðstöfunartekjur þínar. Það hægt að vinna sér í hæn með því að grípa strax til aðgerða. Mögulega svigrúm til að greiða lánin hraða niður, til dæmis með því að nota séreignarsparnaði. Hvernig verða útgjöldin? Hjá flestum minnka útgjöldin til dæmis vegna bíla og barna, en svo aukast þau vegna tómstunda, ferðalaga og mögulega heilbrigðismála. Hvernig verður dæmið hjá þér? Ert að greiða í tilgreinda séreign? Þú getur ráðstafað hluta af lögbundnum lífeyrissparnaði í tilgreinda séreign og aukið þannig til muna sveigjanleikann við starfslok. Skoðaðu hvort þú sért ekki að greiða 4% í séreignarsparnað. Skiptir kannski ekki miklu í dag en hefur mikil áhrif á sparnaðinn þegar fram í sækir. Allar þessar spurningar munu vekja þig til umhugsunar hvernig þú vilt hafa það eftir vinnu. Farðu inn á mínar síður og gerðu þína lífeyrisáætlun. Ef þú hefur spurningar, þá hringir ég okkur eða bóka tími ráðgjöf á live.is. Taktu stöðunni í hálfleik svo þú hafið það gott eftir vinnu.